Leið og Twana klár og Twana klár, flautar okkur á stað hér og Arnór Ingvi kemur boltanum í leik. Það spila á Karvan IK í Azerbaijan, hér kemur boltinn hins vegar fyrir og hann endar í netinu. Arnór Ingvi Traustason sem að fylgdi eftir hann á fjarstökinni eftir að Sabetovski varði boltan upprunalega. Ég mistir hinlega af því hver átti skallan þarna eftir fyrirgjöfuna frá Aroni, en þetta virkilega góður bolti. Það Áspjörn sem að kemur hann í hlaupið, flikkar þessu aftur fyrir sig Sabetovski á snert. Nært boltan kemur hérna út á Hrafn sem að lítur hann á teginn, frábær bolti og hér Amin á fjarstökinni, en pláss hérna fyrir Hrafn Tómasson til þess að hlaupa inn í hann með valmöguleika sikkurum með við sig, fyrir bara í skoti sjálfur og smið hennar bolta upp í vinkilinn. Takk fyrir mig Hrafn Tómasson. Sjáum við þetta aftur hér. Luke Ray gerði þetta virkilega skemmtilega. Dansaðast með boltan á hann, fann Hrafnandi góður pláss í Hrafn. Hótar á vinstri, tjekkar yfir á hægri, Milan Tomic missir af honum og svo bara bang! Hann setur hann fram. Sveiði fyrir Luke Ray hérna aftur fyrir Sabetovski, kemur út, Sabetovski lendir í vandræðum. Luke Ray, það er enginn í markinu, setur hann tilbaka og finnur hann bara Pisko hérna á miðsvæðinu. Góð pressa hins vegar frá Arnór Ingva sem fer í skotið. Næsta markið sem alltaf þetta gamla góða þriðja mark sem nú mikilvægt hér. Við erum Káringar frá að skora það bara hér. Aron smellir honum fram hjá Sabetovski. Já, ég er að tala um þriðja markið og þá bara í sömu andrá. Smellir Aron Sigurðarson boltanum þetta niður í nærhornið þar sem að Sabetovski nær ekki til hans. Mark sem að kom það var að beinlínis upp úr innkasti, klaufalegu varnarleikur já, IBVF sem eru lendir 3 mörkum undir hér. IBVF 0 KR 3 og aftur, þetta er bara 1 innkast inn á Aron sem var í alls konar sannfærandi framistæðu Káringa hinga til snemma á tíðubilni. Hér er Luke Ray aftur komin á teginn, setur á fyrir Eiður Gauti, náði skotinu þarna í nærhornið, en Sabetovski náði rétt út vinstri fót. Ok, hann er að koma þarna aðeins út í vinstra megin. Luke Ray, hér er Gabriel Hrannar Eyjólfsson er að bæta 4. marki Káringa við hér í uppbútatíma fyrri hálfleiks. Skilaði sér hann inn á teginn. Það var vanlega vinstri bakkurinn og að spila kannski sem vinstri hafsend hérna þegar Káringar er með boltan í sóknin. Sjáum hann hér fyrir miðri mynd. Luke Ray lifti boltanum inn á teginn. Það er Edeland sem á skallan út. Gabriel fyrstur að breiðast við, tekur hann á kassan og setur hann svo bara með hægri fæti þarna í nærhornið. Þá þessu hins vegar Kjartansson fara hann tilbaka frá Amin Kosic, skemmtilegt spil. Aron í góðu hlaupi, Aron Sigurðarson smellir boltanum svo í nærhornið, skorar annað mark sitt hér í dag og 5. mark Káringa. Aftur, þetta virkar allt svo einfalt þrýðningsspil þarna. Setur hann svo í hlaupið fyrir Aron sem að tippuðu þeim niður. Uppbytun á þættinum hérna á sín sport þar sem var nú spáð niður. Hér getur 7. markið hins vegar á leiðinni. Aron á þrennunni. Dettur fyrir Alexander Rapp Pálmason og hann smellir honum með ristin í netið. Það var hann að skora annan leikinn í röð. Nei, afsakið, þetta er nú ekki annan leikinn í röð. Hann skoraði gegn Keflavík. Svo að því sem haldið til það er allavega annað mark sitt á þessu tímabili. Aron kom sér ekki skotið til þess að fullkomna þrennuna sína, en Halldór, hann er að gefa mark hér. Halldór Snær Georgsson, Viggo Valgeirsson hér sem að klórar örlítið í bakka fyrir IBVF. Þetta er vissulega hættan. Markmaðurinn er komið fyrir utan teig og þeir ætla að spila í gegnum pressuna, en slæm ákvörðun frá Halldóri þarna, bara hreinlega sá ekki Viggo sem var þarna fyrir aftan Arnór Ingva. Snýr fer hann aftur hérna frá Milan Tomic, leita langt í áttuna Cesar Erdi sem að tekur frábærlega á móti. Cesar Örn sloppin í gegn og klárar þetta snyrtilega. Þetta var alvöru mark, hugulegu bolti þarna út frá hægri, en móttakan frá Cesari Arnari Harðarsyni var ljómandi góð. Hérna, tekur hann utanfóta með hægri, aftur fyrir Gyrðir Hrafn og klárar þetta svo einnig snyrtilega. Hér flautar Twana Khalid Ahmed til leiksloka.